Friðbjörn, það sem mig langaði að beina til þín að þú hefur verið frumkvöðull í að þjóna einstaklingum sem að kljást við ME og skyld vandamál. Ég veit að þið hafi verið að sinna endurhæfingu einnig hjá ykkur, en þetta að mestu leyti ungt fólk eða yngra fólk. Hvernig geturðu talað við okkur það að virkja sjúklinga í eigin meðferð og í eigin endurhæfingu? Þetta svona sjúkdómur sem verið kannski ekki mikið umræðum. Þessi sjúkdómur ME og langvarandi COVID svona tiltölulega nýr fyrir okkur í umræðinni. Og ég ekki alveg viss að allir áttu sig á því að þetta svolítið sérstakur sjúkdómur og sem ákveðið að hafa ákveðna umgjörð sem ég aðeins að fá að kynna aðeins á eftir. En hvað þessi ME sjúkdómur? Það bara veruleg skerðing á færni sem fólk hafði áður og yfirþyrmandi þreyta. Og það þarf að hafa staðið í svolítinn tíma og það svo þetta örmögnun eftir áreynslu sem allt annað heldur en þreyta og sjúklingandi lýsa þessu sem þetta ekkert bara slæm þreyta, þetta allt önnur líðan og þetta þetta sem einkennir þessa sjúkdóma. Sjúklingur vakna alltaf þreyttur, alveg burtséð frá því hvað hann sefur lengi og það heilaþoka og það ýmis önnur einkenni frá ósjálfráða taugakerfinu, svo sem eins og réttstöðuóþol og ýmis önnur vandamál frá taugakerfinu. Þannig að þetta mjög sérstakur sjúkdómur. Þetta ekkert óalgengur sjúkdómur. Það kemur til dæmis í ljós þetta langvarandi COVID að 1% allavega að fá alvarleg einkenni eftir COVID sem langvarandi. Og ef það verður eitthvað 300.000 Íslendingar sem fengu COVID, að 1% af 300.000 bara 3.000. Þetta svolítið mikið mál og flestir þessir einstaklingar bara hundveikir. Við í Akureyrarklíník erum búin að sjá 560 manns núna og erum alveg furðum okkar á því hvað mikið veikt fólk úti í samfélaginu. Þetta dýr sjúkdómur. Það búið að reikna út að langvarandi einkenni COVID kosti 1% af heimsframleiðslunni á ári. Þetta ekkert smá peningur. Þetta nefnilega svo, eins og þú varst að nefna, mikið ungt fólk sem að detta út á vinnumarkaði og það þarf að finna einhverjar leiðir til þess að reyna að koma endurhæfing sem ég ætla aðeins að fá að nefna á eftir hvað snúin. Aðeins hvaðan kem ég, Akureyrarklíníkin, og aðeins að fá að nefna þetta nýtt fyrirbæri. Og þetta var stofnað af Willum Þór, þáverandi ráðherra og okkar kæru Almu Möller í ágúst í fyrra. Og það var vegna þess að það var ljóst að það væri þörf á sérstakri umgjörð þessa þjónustu. Og þetta eitt sérstakt verkefni því að það var ákveðið að þetta var spítali og heilsugæsla sem ættu saman verkefni. Og það að ganga bara nokkuð vel. Og annað, við eigum heima á Akureyri en eigum að vinna á landsvísu. Það ekki mörg verkefni sem þið muni eftir í heilbrigðisþjónustu sem stjórnað utan á landi. Og hvað erum við að bralla? Okkur gert að sýna greiningu og ráðgjöf. Við eigum að samhafa þjónustu á landsvísu og þess vegna held ég að ég verið boðin til að ræða við endurhæfingaraðila á landsvísu. Við eigum að skrá sjúkdóminn og stuðla rannsóknum og vera með vitundavakningu. En þá komum við að þessari spurningu, hvernig hægt að endurhæfa þetta fólk? Og kemur í ljós að hefðbundin endurhæfing á bara ekkert við þennan hóp. Þannig að langflestir af þeim sem ég hef talað við með annaðhvort MS-sjúkdóminn eða langvarandi COVID segja þeir hafa orðið verri við hefðbundna endurhæfingu. Og þið sem þá í Hveragerði eða á Reykjalundi þið kannast við það, ykkur hefur ekki tekist það sem ykkur tekst svo venjulega svo vel að fá fólk betra við útskrift. Allir með sjúklingar segja, mér leið vel á Reykjalundi, mér leið vel í Hveragerði. En ég segi, ég var ekki að spyrja því, varstu betri, var orkan betri? Og eiginlega allir segja, nei, ég var verri. Þannig að hefðbundin endurhæfing getur gert sjúkdóminn verri og þarna svolítið vandamál því að sjúkratryggingar gera þá kröfu að fólk sé búið með endurhæfingarúrræði áður en það getur sótt örorku. Og okkar fólk að fylla svolítið pláss frá öðrum í hefðbundin endurhæfingu sem gætu gagnast til þess að uppfylla þessi skilyrði. Þannig að við þurfum virkilega að vinna saman að því hvernig við eigum að endurhæfa þetta fólk. Sjúkraþjálfarar eru búin að stofna sérhóp, undirhóp með áhuga á MS-sjúkdómum og langvarandi COVID. Iðjuþjálfarar eru að fara að gera það sama og nú þurfum við að fá sálfræðinga og aðra aðila inn í þetta verkefni með okkur.
Má ég spyrja að einu, þú nefndir sjúkraþjálfara, iðjuþjálfara og Sálfræðinga. hvaðan lækna? Já, þeir hafa eitthvað smá hlutverk. En sko það er nefnilega, við erum teymi á Akureyri og ég held að, ég heyri það í allar umræðinni, hér í endurhæfingu þá erum við að tala um teymi. Já. Og við erum stundum, ég varpaði stundum fram, hver ætli sé nú mikilvægast aðilinn í teyminu? Já, það er gott að Anna Björg segir að það sé sjúklingur, en við erum eiginlega á það að sé heilbrigðisgagnafræðingurinn. Já. Það vitanlega allir mikilvægir. Jú, og læknandi. Það sem við snýra okkur læknunum, að við erum að búa til biðtíma. Þannig að nú er biðtími til að koma til okkar rétt 4 mánuði, sem allt of langt. Þannig að við erum eiginlega flöskuhálsinn því miður núna og ég ætla að vera búin með þennan biðlista fyrir jól, en það stefnir ég að við náum því ekki. Það er akkurat þess vegna sem ég spyr að ég held að er ekki mikilvægt að allar heilbrigðisstéttir hvað ég að segja, standi saman um hagsmuni þessa sjúklingahóps sem er flókinn og við kannski þekkjum ekki nægilega vel. Jú, aðeins að því þið gætu spurt, af hverju tala um ME og langvarandi COVID, er það sama? Bara til að skýra. Já, öllu líkindum er þetta sami sjúkdómurinn, vitanlega getur við haft vægari langvarandi einkenni af COVID, en alvarleg einkenni er þetta bara sami kvillinn í miður. Hvað heitir þetta ekki í stærðfræðinni í gamla daga? Þetta er svona mengi sem skarast. Já, takk fyrir. Þakkaði kærlega fyrir Björn. Ég get orðið svo langorð. En ég er í annarri vinnu, ég er krabbameinslæknir. Og það meira séð þannig að ég er elsti starfandi krabbameinslæknir á Íslandi. Nei. Og, jú, víst. Og ég sé það að sjúkdómar, heilbrigðisþjónusta er svolítið köflótt. Ég held að krabbameinsþjónusta sé alveg á rosalega háu stigi hér. Og við þurfum að læra af því sem er vel gert í krabbameinsgeirunum. Og þökk sé Höll og Krabbameinsfélaginu og ýmsum öðrum stofnunum það. En varðandi, eitt af því er til dæmis þessi endurhæfingar aðili ljósið, sem ég held að hafi gagnast rosalega vel hjá mörgum krabbameinssjúklingum. Við þurfum að fá eitthvað svipað fyrir ME og langvarandi COVID-sjúklinga. Ég meiri sér stungið upp að nafnið, það væri skíman, og út af því að mikið okkar fólki er með svo hrikalegt ljósóþol. Takk ykkur öllum innilega fyrir. Þetta var fræðandi, skemmtilegt og vatt okkur til bjartsýni. Og við verðum að taka betur utan sérstaka hópa eins og ME, þar sem hefðbundin endurhæfing á ekki eins við.